Jæja, góðan daginn og velkomin hingað í Listasafn Íslands á þetta málþing sem haldið í tilefni af sýningunni Skartgripir Dídesrót sem hérna í sal á bak við móttökunni. Það einhver í salnum sem eftir að sjá sýninguna. Ég heiti Ragnheiður og starfa hérna á safninu í fræðsludeildinni og verði kynnir hérna í dag. Við munum bjóða upp á spurningar og samræður hérna þegar öllum erindum lokið. Og hér framöndan eru áhugaverð og spennandi erindi. Fyrst á dagskrá var auglýst erindi sýningarstjóra hér á safninu Vigdísar Rúnar Jónsdóttur þar sem hún ætlaði að fjalla gerð þessar tilteknu sýningar, en því miður þá Vigdís veik, komst ekki hingað í dag og bara við biðjumst afsökunar á því. Þannig að ég ætla að bjóða Guðmundi Oddi Magnússyni, Goddi, prófessor, að vera hérna fyrstur á svið og hann mun halda erindi hugsunarhátt Dídesrót. Gjörðu svo vel, komdu. Komið þið sæl. Ég hérna aðeins að spjalla við ykkur hugsunarhátt eða þankagátt Dídes og ég ekki að fjalla þessa sýningu. Ég ætla að segja ykkur meira frá manninum á bak við þessa sýningu því að við sem erum búin að sjá sýninguna og þekkjum kannski ekki mikið til Dídes þá getur maður spurt bara hver þetta? Þetta svo mikið mikróheimur, þetta svo mikið lítill hluti af þessum risastóra listamanni að ég þó þetta réttara, já ég hafði ekki svo sem mikið meira orða móða bara að taka hann fyrir sem persónu. En ég verð að gera þetta svolítið persónulega af því að hvernig ég var búin að kemst bara inn í þankagang Dídes nema að hafa umgengist hann. Og það svo sem ég var allir ég svo sem ekki mikið eftir leik. Að maður getur komist að mörgu hvernig hann hugsaði gegnum viðtölinn eða svona. En mér langaði til að segja ykkur frá því hvernig ég upplifði þetta og ég byrði ykkur afsaka það ef mín persón að tróðast þarna fram fyrir og maður sé eins og svona að gera sjálf sér verki verið með því að heitt hennar mann og fólkins svona. Og hérna samt sem ég var að taka þetta saman þá var ég svolítið að sá maður svona ýmislegt í ljósi allir farið og það einn greipur í sýningunni sem þessi þakgrana og Dídes á fortíð sem hann náttúrulega sýsluringur sem sé alveg upp í borg og sendur í stríðinu til föðurforeldra sinna í Sviss og hann fer þar að mennta sig í grafískri hönnun og það svolítið átt að sjá því að á stríðsárunum þá komið svo sterk áhrif í Sviss frá Bauhaus bæði svo mikið af liði sem flýr að Sviss var flýríki í stríðinu og hann lendi til dæmis í bekknum frægum svissneskum grafískum hönnun Karl Gessner og þetta allt saman áhrif frá Max Bill í Bauhaus sem flýr til Sviss og þetta var kallað bæði arkitektúr og grafískur hönnun sérstaklega þá var þetta kallað alþjóðastíllinn sem verið til þarna í Sviss á stríðsárunum og út úr því kemur til dæmis leturtegundin Helvetica í Sviss sem ekki kannast sem svona default eða í öllum tölvum, maður lendur aldrei í Times eða Helvetica eða þess að fara, eða þorði ekki að fara yfir í fólklistan Nú, Dídes hann flyst svo seinna til Kaupmannahafnar meðan held ég 7. áratug en hann brakandi módernisti og modernisti í þessari merkingu að maður getur lýst annars vegar fæðingu modernismans sem verður svo enda með Bauhaus skólanum hann snemma á 20. öldinni og Bauhaus verður til fyrir áhrif frá Destiny í Hollandi og
rússneskum konstruktívistum og kannski fútúristu svolítið líka. Og merkilegt nokk líka að allir þessi fröðnir voru að kaka í guðspeki eða þeosófíu. Þessu hugsun frá konkrétt í abstrakt. Og þetta líka sér löngun að búa til alþjóðlegt myndmál eins og Esperanto, sjónarinnar. Og maður svolítið hafi ekki í huga með fyrstu átt í þess, eins og til dæmis hvernig hann tekur nafnið sitt, þó að sé öfugt hérna, hann heitir fötunafni Katítri Róð, hann Róð og svo einfaldar þetta eins og hann mögulega getur ofan í frumyndirnar með D-T-E-R og R-O-T. Og þetta eiginlega sami skali úr abstrakti konkrétt. Ástæðan fyrir þessu að ég spurði hann einu sinni af hverju voru þessu ábúðslega ranar í smáatriðum því að Dieter Roth notaði eiginlega þessum áhrifum ekkert annað heldur en frumformin, hringform, flýðning og keilu og svo frumlitina, rauðan, gulan og bláan og svo bara helst bara lástafi. Skiljið þá, hann kom ofan í frummenningarnar. Hann sagði að á þess að við höfum rætt þetta, hans kynstu, hann er 1930, hann er 15 ára í stríðslok, hann er 20 ára í skóla þarna kring 1950 og hann er eins og maður segir stundum, enginn getur gert það því að þetta habitusin hjá franskum heimspekingi Bourdieu, að við færumst öll inn í ákveðin tíma og rými, ákveðin staðsetning í heiminum, við dröfum dámanni. Ef við skoðum ljósmyndir af fólki frá byrjun aldarinnar, þá voru allir eins klæddir eða frá miðjaldin allir eins klæddir. En ég sé að hittbarnir sem þóttu vera svo spes, eða sjá hópmyndar hitt, þá er allir eins. Skiljiði. Og hann segir að það sem lá í loftinu, að við urðum að fjarlægja okkar frá öllu sem við þjóðlegt, öllu nationalism, öllu patriotism, öllu foringjarnyrkum, öllu hetjudyrkum og fara að hugsa út fyrir þetta sjálfshyggjan og egoisman sem þeir röktu grunnrætu stríðsins til. Og þegar hann kemur tilbaka frá Sviss þá er þetta bara á eðabíð rúst. Skilur algjör rúst. Og það er þessi þetta saman með þessa þróun eða eins og sýningu með nafnið hans að einfalda það frá konkrétt í abstrakt. Þannig að sjá við kú og svo kúan komin í frumform og svo tekur hann eitt stíl viðbót og svo endar hann sem festring og sem festring sem horisonal og vertikal, lárétt og lóðrétt. Skiljiði, þetta var hugsunarhátturinn og þess vegna fóru þeir í þessa átt sem það var svo gott að hafa í huga hvers vegna þetta var svona pedant, nákvæmnisvinn og svona. Og hans mesti áhrifavaldur sagði hann líka þetta á þessari hreyfingu var alveg og hann átti seríu þessa fjallarmyndum. Ég held að Pétur Arason sýnir hann að vinna svona. Og hann til dæmis þetta að taka bara, hann var að leika sér með stafina sína, þó þetta sé bara D, hann er ekki með R-ið, af að þessi hugsunarháttur, hlaumhyggjuna, mínimalismans. Þetta er 57, sama árið og hann kynnist íslenskri stúlku í Kaupmannahöfn í Sigríði Björnsdóttur. Og sem verður þessi örlaga valdur að láta hann koma til Íslands. Og hann meldur strax, hann er mikið að lita sér að vinna, hann kynnist ákveðnu fólki sem, og eini maður sem skildan og fattan myndlistarlega var Hörður Ágústsson. Og Hörður fer flott að vinna með honum með þann fáið sem vann með Dieter var Hörður Ágústsson, Ragnar Kjartansson gerði það líka, og Magnús Pálsson. En fáið komist inn í innsta sálar kjörðunar sem þessi tveir heldir, kannski líka eitthvað að skála honum, einar Bræja og svona. Nefna að kringum þennan hóp, þessa hreyfingu módernista eftir stríðsárana gefur út þetta tímaritbyltingu. Og Hörður hann smítast mjög mikið af Dieter. Hörður var alls ekki svona hardcore fyrir hann hitti Dieter. Hörður gerði þessa forsíður og svo verður þetta hefti fyrsta hefti 57 sem allt settur á hvolf því að hann tekur að sér að leiðandera og gerir auglýsingar fyrir myndamót. Þetta eru sem sagt bara svartir fletir og fyrir Ferðskrifstofu ríkisins bara svartir fletir. SO smörningsolíur, veist konar auglýsingar þetta, skiljiði.
það engin sensation í þessu, þetta bara útiloka að nokkuð maður kaupi spurningsúlur út á svarta ferðinu, og þessar uppsetningar, þetta er ekki lægi, skiljið því, og maður að snúa bókinni að starta alveg styrkindi, og svo er ég að ræða við Dieter einhvern tímann og hann fyrir að segja mér svolítið merkilega vegna þess að þegar Dieter verður fyrst að fara að taka eftir honum, þá raunverulega verður engin listamaður frægur út af markaðsmennsku, því að það verður að kynstæði fyrir þessu. Og það er Richard Hamilton, breski poplistamaður, sem raunverulega kemur orðsporinu og Dieter í gang. Skrifar hann grein í viti sem heitir typografía, prentur sem sagt leturfræði. Og vegna þess að Dieter hann hafði byrst eitthvað stað, það sem var svolítið í gangi þarna í 6. og 7. áratugnum, með hvernig konkrétt ljóðlist eða myndljóð. Kannski bara orðið rigning, kannski stendur bara regn efst og svo detta staðið niður eins og rigning, þetta er svona myndljóð. Og Dieter verður svo seinna mjög frægur sem element í þegar verður að kanonisera listasögur og svona, fyrir það að nota bækur til þess að tjá sig sem myndlistamann. Því margir hafðu myndskreytt bækur og gerð bókakápur og birt myndir af myndum í bókum, en nota bókina sjálfa sem listform, það hafði ekki gert fyrir hann byrjur á þessu. Og málið er það að ég var sem að við forvitin að spyrja hversu í óskópunum fórst að búa til vegna þess að á þessum tíma þegar verið að skilgreina aftur á bak fyrirbæri sem við kallum postmodernism eða pómóð, að þá brotna svo margir múrar á milli listgreina. Þetta er ekki lengur nám í málaralist eða grafík eða skúlptúr, heldur skiptir ekki máli hvað leið maður nota til þess að tjá sig svo framalega sem að vera alveg. Það var að vera einhver innistæða fyrir því, þá skipti efnismeðferðin og tæknin og aukaatriði. Það var sem ekki aðalatriði, sérstaklega hjá annarri kynslóð þeirra sem lærðu Bauhaus forskólan, því að forskóli Bauhaus var orðið standard út alla Evrópu. Hörður Ágústsson innleiðina hérna, þessa fornámskennslu, og hún er notað ennþá í myndlistarveggjafnum með grunnið til að vera. Og málið er það að ég spyr Dieter best í óskópunum fórstu að gera bækur. Og þá sagði hann að hann hefði verið í einhverju þunglyndis samtali við Ragnar Kjartansson sig sem myndlistarmann og Ragnar hamrar á því við hann það sé engin framtíð á Íslandi að vera myndlistarmaður. Það sé ekki séns að fá þetta sé að vera fáránleg hugmynd að reyna að koma sér upp sem nafn í myndlist á Íslandi, gleymdu því. Eina sem skiptir máli í þessu samtali okkar það er að vera skáld og rithöfundur. Og hann bendir honum á í hillunni Laxness komplett. Og Dieter sagði, ég langaði svo að vera stór á Íslandi og ég langaði svo að gera svona collected works. Öðrum orðum, hégómi var upphafið af því að bókverkin eru til. Ekki til að lítið út að koma. Það er svakalega ræð þegar ég hef skrifst það svo. Skiljiði, og svo skrítið stundum að lesa svona úttektir fræðmanna. Þetta er ekki flóknara en þetta. Skiljiði. En þetta er sett í samhengi og skiljiði mikið máli. Dieter líka ræddi mikið skáld á Íslandi og hann hefði sérstaklega smekk, því að hann hefði hvergi nokkuð stað rekist á það í Evrópu sjálfsæðisögur. Og svo hjá alþýðinni, hvernig bændur og sjómenn var að gera sjálfsæðisögur, þetta var bara hvernig til á Íslandi. Og hann hafði ekki mikið áleitu Halldór Laxness, fannst að vera tilgerðarlegur og væri þetta ekta. Hann var alltaf að reyna að vera hér stóra skáld, skiljið, eins og einhver stórskáld, nóbelskáld, eitthvað út í heimi, en það var stóra skáldið. Nei, hann tók Þórberg fram yfir vegna þess að Þórbergur, væri sem sagt að eiginlega aldrei að rembast, hann var bara að segja satt. Og þetta fylgdi svolítið Dieter, þetta að segja satt, eða vera sannur. Þetta hangir á sem bara truth is beauty, beauty is truth, that's all you need to know. Tilvitnun í romantísk brestskáld, hvað sem var Yeats, eitthvað svoleiðis skiljið.
Og hann elskaði Þórberg og meira sér var til svo saga af hann einhvern tímann hann séð, þetta náttúrulega svona stund, já ég sem að þið byrja þetta þá. Hann séð Þórberg á götu, leggst á hnén fyrir fram hann og það kissa á hann leppirnar. Þórberg sparkaði en sko hann endaði með því að toppurinn væri hamsaga ævinnar, hann þoldi hann að valla, skiljiði. En þetta var alltaf stíllinn yngvað sér og Dieter, það var þetta sem sko var ekki upphafið. Það væri eins nálægt sko til vera ekta í merkingunni eins sannur persónuleiki á bak við þetta að þú væri raunverulega að tjá tilfinningar þínum í lífsreynslu en ekki að reymbast eða eitthvað annað að þessum veginn sko. Þetta poppa oft upp. Þegar Dieter kemur í myndlist- og handíðaskólann 1979 vorið þá var komin svokölluð nýlistadeild skólans og þetta er deild sko þegar sko einhvers staðar hörður okkur svona bakvið þetta hörður þetta ekki sér leyfi frá skólanum sem skólastjóri og Gísli B. Björnsson tók við þarna einn metur og þeir sem ekki að Gísla hann ekki alveg mjög mjúki maðurinn, hann svona kaldan front og hann hafi skánað mikið í hellinni og sér mjög meir og þægilegur maður með að hvernig maður og Hildur Hákonarson var skólastjóri, hún var Magnús Pálsson þess að stofna nýja deild sem þróaðist út frá deild sem var komið til mótum og þessi ár frá svona 75 fram 80 fram 80 eru stórmerkilegt fyrirbæri sem er komið að og þetta var öll aðstæðan sem þessi nýlstendil hafði það var þetta kaffiból, það var eitthvað saman við hliðina sem áleikast á terminni þetta var mjög lítið vegna þess að þarna fór ekki fram tæknikennsla. Þetta var sko, í grafíkdeildinni, í málardeildinni, þá var alltaf verið að þegar við nöðsilegt á þessan hátt að greina efnismeðferð, tæki og tól, tækni, mæleifingar. Hver var í munurinn á aquatindu og mesotindu, hver var í munurinn á marðarhárum og skiljum næra nöfnin á túbunum í litarefnunum og menn það var alltaf spurt til dæmis sko þegar listamenn voru spurður á þessum tíma já, hvað er þú ekki fást við? Ég er svona mest í príð fyrir aðeins yfir í kopar skilji ég alltaf að vinna með kopar og til allt annars alltaf ég er að vinna með og myndist bara á efni og aðferðir en það var aldrei farin eitt dýpra hvað þetta væri vegna þess að sko kynslaði sko sem sko módernismin snýst hugsun önnur og þriðja kynslaða sem lærir inn í módernismann en hefur ekki hugsun eða dræfi eða andan á bakvið þetta það verður bara tæknileg, skiljiði enda með því að mála ferkantaðar fígúrur í frumjöndunum og setja það í grátónaskala á bakvið og setja það á þingvelli og það var svona Einar Hákonarson, skiljiði sko, þegar maður fullsnemma séni í þessu en kjörsamlega tómur sko. Eins og margir, skiljiði þetta var dæmigert fyrir þetta kynslu sem var þarna undan sko. En við þurfum þetta að æfa okkur í tungutak og orðaforðanum listina en ekki tungutak og orðaforða listarinnar. Með öðrum orðum heimspeki listarinnar, félagsfræði listarinnar, siðfræði listarinnar, sálfræði listarinnar, skilja allt þetta, allt hvað listina. Vegna þess að þetta samtal hana var til þess að fara með okkur í annan heim og þetta var Magnús sem stýrði þessu, Pálsson og upplifinu var bókstaflega þess sem að fór yfir annan heim sem það hefði aldrei áður komið til. Kennarnir sem voru þarna voru Svartli Heimi Sveinsson voru að kenna okkur hvernig við getum borið saman og mælanlegar eigindir tónheimsins og myndheimsins, hvað var í rytmi, hvað var í tónar, hvað var í litir og allt í henni sko bara upplokið, þetta er sami heimurinn sko. Það er að segja, þetta er bara mismunandi úrvinnsla í sama heimurinn. Við erum að vinna ákveðin element sem standa svo upp á okkur hvernig við gerum. Og hérna var Hreinn Friðfinnsson, hérna var Guðbergur Bergsson að kenna okkur einmitt þessa konkrétt poesíu. Og hérna voru náttúrulega Sigurður og Kristján Guðmundssonir og hérna var Ólafur Lárusson og hérna var alveg ótrúlegt líf af mikið gerði, mikið grúf í gangi. Svo mikið grúf að allir bestu nemendur skólans fóru meira að minna í þessa deild. Og við mikla læti í Kjartani Guðjónssyni og Braga Ásgeirssyni. Þetta voru allt og hefur að missa bestu teiknarana, skiljiði sko. Teiknarana, þetta var sko Guðjón Ketilsson, þetta er sko frábær teiknar, hann fyrir nýlistadeildina. Árni Ingólfsson, Grétar Reynisson,
Birgir Andrésson, þeir flottustu teiknararnir sem voru í gangi í skólanum á þessu tíma og þeir enda í þessari vitleysu. Það getur vel verið að þetta sé hérna, þetta vel verið að þetta sé eitthvað sem þetta ekki myndlist sögðu sko. Það var unnið rosalega harka hérna þessu allan tíman og rosalega harka en hún var ekkert sko leiðir, það er svolítið gaman að þessu. Nefna hvað að þarna kem ég, 76, lendi fyrst í fornáminu, bara í einblöndur og fer svo í grafíkdeild í einblöndur, hinum megin vegginn var nýristadeildin og ég sé það að þetta ekkert víti öðru heldur en að draga skipta sögur og fara í þetta hinum megin og þar var skiptir ekkert máli en það greinir eitthvað tómt. Þar var Dieter Roth og þegar Dieter kemur inn í þetta umhverfi, þetta litla herbergi, þá segir hann strax sko, ég vil ekki kenna, ég vil ekki kenna ykkur. En mér langar til þess að vera hérna eins með ykkur og æfa mig í íslensku og hvort það sé í lagi að mæta bara hádegi. Og svo segir hann að hann ástæðan fyrir að vera vildi ekki kenna var hann bara næði ekki þessu sambandi við hann hefði verið að kenna í Düsseldorf og það hefði verið svo erfitt og leiðilegt að hann hefði boðið nemendum sínum að hitta sig handan við skólan á knæpu og það væri miklu skemmtilega að ná sambandi við nemendum á krammi hendur nokkur tíma í skólastofunni. Það væri miklu, maður fer á miklu hærri level, það var enginn að rjúka út í frímínútur eða stressaður menn gengur inn út eða hringu það í marga klukkutíma eða hvort það skiptir ekki máli. Þetta væri miklu meiri einlegari og trúverðugur í samræður sem færi þar fram heldur en að skólana. Má ég koma með brennivínu saman? Því að ég var ekki komið sko bjór. Þetta var bara keyptar 6 flöskur af viski og 6 flöskur af gini og eitthvað bland og ef það döði ekki þá var aftur farið í ríkið. Svo var opið borð á Hótel Holti klukkan 7 og við komum drukkið það frýtt og étið eins og hvað sýndist í svolítinn tíma. Minnst að kosti í viku sem þetta gekk svona, svo vorum við rekin á skólanum, öll saman. En þetta hætti ekki, við fórum bara á bala. Dieter fór mikið að tala sko þetta var svo stíl, eins og komum við hérna, þetta var skal hér á þeim tíma þegar utangarsmenn að vera til. Og við fórum á borgina, vorum að hlusta utangarsmenn í fyrsta skipti og vorum alveg einn sko skíjónum morgunin eftir og þá segir hérna Dieter okkur hvað var svona skemmtilegt? Var það eitthvað íslenskt? Eitthvað íslenskt? Svo skor á fennibandi eða ég sko skiljið ég svo skiljið þegar maður fór að uppgötva hvað hann átti við það sem væri íslenskt og þetta var alveg tryggalega skrítið að upplifa það þegar maður átti að sá því að það sem honum þótti íslenskt var allt það sem maður skammaði sig fyrir. Það var sko, það sem sko skiljiði sko, það var íslenskur arkitektur, það var svona, þetta var gjörsamlega, þetta er svo skrítið með sko, með sko allar hugmyndir ferðast, allar stóra hugmyndir, mannsamlega sko sem þetta er hérna Renaissance, barokk, rokokk og klassík eða nýklassík eða expressionismi, surrealismi, pop art, þetta ferðast alls, þetta tekur á sig svo mynd á hverjum stað eftir hvernig þetta lendir eins og reka viður á ströndum, svo kemur hérna einhver ný mynda sem hugmyndin sé innflutt. Og þessu skrítið með íslenska framleiðslu, hvort sem það er í hönnun eða myndlist, að eftir því sem það er lengra frá Ísland og sér íslenska kaffibakka eða myndlist, þá er þetta sorgvarsari íslenskt eitthvað. Það skortur á einhverjum elegans og fáan, það er ekki vottur athygli fyrir smáatriðin, en hjartað og tilfinningarnar svo sterkar í þessu og viljinn. Þetta er einhvern veginn líkt. Þetta er eins og Kristján Eldon orðaði svo tíma um íslenska útskurðarlist að íslenskur útskurður í söfnum erlendis leynir sér aldrei. Það er eins og maður sé búið góðan daginn þegar maður sér þetta. Nema að hann fór að kenna okkur og tala svo mikið það sem kallaði vernakúlaga heimatilbúningur. Þegar rakarinn gerir skiltið sitt sjálfur án menntunar. Þegar fólk byggir húsin sín á þess að hafa nokkra fagurfræðilega menntun eða byggir skrækvinn á þess að hafa fagurfræðilega menntun. Og það er þetta sem er sko sem hún fyrir íslensk, það er þessi vernakúlarismi, hann elskar þetta. Þetta er hvergi til sko nema þessi arkitektur undur.
Íslenski kvennakkulegir, kirkjukórar í sveitinni sérstaklega, ekki þetta Hjartneskirkju eða að hefðir kórar, heldur þegar kórin kemur saman í sveitakirkju, þetta er venjulega kannski ekki segja þetta, kannski rétt kynjaböndum, þetta er svo áttækt, kvennarnir og 2-3 bassarvagnar. Þetta er fyrst af þetta, þá er þetta svo nálægt íslenski sál, það er einhvern veginn eitt. Það er algjör skortur bæði orguleikarann og hvorkum að vera í hliði. Þetta er svo yndislegt þegar maður áttar sig á hvað hjartað er stórt þarna og hefur yfirburði yfir æfingar, kostjóra og menntaðs fólk. Það er ekki búið að skemma þetta sem getur öllu máli. Sálinn var þarna. Þetta er Ingólfur Árnason, þeir sem voru með mér í bekk, Ari Kristjánsson, þetta er Einar Guðmundsson skáld og Dieter, þetta er ég og Eggert Einarsson, Ari, Jan Foss, Ómar Stefánsson, Eggert Pétursson, Harpa Björns. Þetta er lið sem var þarna í þessu herbergi og kannski meira. Á þessum tíma gerði ég kvikmynd, því að það var svona fyrir tíma vídeósins og það er bókhalskvikmyndavél sem liggur á borðum, allir móttu taka hana upp. Svart-hvít því að sjónvarpið var að skipta yfir í lit. Það voru svo miklu haugar svart-hvít sem filmum til að við fengum það fyrir slik. Og við tókum, þegar við vorum litin á skólanum, þá vorum við tekinn upp á Brava á vinnustofu Dietis í Mosó sem stóð eitt á melunum og sem vakti allt horfið inn í byggð núna og þetta stóð alveg eitt og það var safna hljóðfærunar fullt af blásturhljóðfærum og strengjahljóðfærum og Dieter vildi að við tækjum með tónlist og það var skilyrði að við mættum að fara inn í hljóðfærasafnið, pikka okkur hljóðfæri, hvað sem var. Svo segir við Björn Sonsson sem tóku upp allt saman að bara taka upp 2 síðan 20 minútur. Við vartum að passa á vínirplötu. A og B leysum. Reynda voru nokkur úr bekknum sem mætti ekki og þeir fengu svo gefna litla plötu, svona symbol sem fylgdi með. Og það var skilyrði, við máttum alls ekki spila saman. Við erum að spila í sundur. Það var alltaf þetta sem að viðkvæði hjá Dieter, taktík og snúri við. Það var með Polaroid, þá þetta var Polaroid á þessum tíma, þá var býr eftir það framkvæmt og svo reyð maður að svo henda myndina helt í baksýninni. Við vorum að gera bókverk hjá Magga Handan, þá var það hérna sem að má ég fá baksýnina. Við vorum með litmynd að framan þessi bók, Magga, má ég fá baksýnina. Þá gerði það svona semi-pornómynd framan á konandi liggjandi stellingu í lit. Dieter afklæddi sig, var á brókinni, setti sig í sömu stellingu og þetta er svart-hvít. Skiljið, það er alltaf þetta reverse. Það var líkill að við hugsaðum þetta söndanum að þetta með fagurfræði í hans hann kom aðeins að betra eftir. Nefnum að hvað þetta sjáum það er sem við að gera rosa merkilega. Doktorsritgerðum með þessa deild vegna þess að þeir finna ekki eldri útgáfu af sá sem skrifar þetta hann í kennslufræðingur. Þeir finna ekki eldri útgáfu af kennslumódeli postmodernismas. Það voru allir ennþá í modernismanum, en kennslumódernismas þarna late 70s, þetta var bara ekki til, Það er að sem við vorum ekki konum með í skólan. Og hann kemst í með einu af þessu skóla og hann er búinn að liggja yfir þessu. Og til sjáum við þetta vegna þess að þarna skarast allt saman, þarna hann Eggert Péturs og Ingólfur, þeir voru með okkur árið eftir, þetta er árið á undan og það er allir þessi teiknaribyggi, Greta Reynis, Guðjón Ketils, Magnús Guðlusson, Þórir Pálsson, Ásta Ólafs, Guðjón Ragnar Sælberg og Ingvarsson. En þarna er komin ný hetja sem eru hetjur postmodernismans, það var Ólaf Dösjan og þetta er að taka hluti sem þegar fyrir hendi, að vinna með form og hugmyndir sem þegar fyrir hendi að setja í nýtt samhengi. Skiljið, hún er reddimætið. Og það er farin að í skólaferðalag til Bandaríkjanna allt út af þessu til að skoða Dösjan-safnið í Arnhem-deildinni í Philadelphíu. Og þarna er bekkurinn minn, Erni Guðbergur að kenna okkur og Daði er efstur og hann, Níðum Tórsómar, Hulda Ágústar, Ari Kristjáns, Hulda Kákon, Kristján Þengrimur í Margrét Laxness og Eggert Einarsson.
Dieter sem sagt tekur okkur á þetta fyllir í. Það stóð í 4 vikur þar, þetta var, sko, við fórum til New York og Washington og Philadelphia í miðjunni, í páskana. En við tókum aðra viku á baka og svo aðra viku eftir að koma heim. En við vorum allar tíma drukknir, þetta var fyrsta mánuð fyllir í, sko. Og svo drukknir okkur minnst degi, sko. Og það sögðu margir bara komplexaðir eftir mjög eftir, ég verði búin að fara mánuð fyllir í. Það var þetta svona víksla hjá Dieter, það bullandi allt í, sko. Hvað gerist eftir 1 mánuð að drykju þegar þetta þola, sko, vestu timbur með æfiði, þá getur við, þú veist, ekki smá höstum, þetta er svo timbraði, sko. Það var rosalega, sko. En ég var ekki að fara í meðferð 3 ára síðan, sko. Þess að ég var bara að drepa mig, sko. En skiljið, þegar hann hérna, þetta var saman, sko, klips úr myndinni, ekki the movie. Og alltaf þegar, sko, þegar einhvern tók myndavélina, þá byrjaði hann eitthvað stað enda alltaf með flöskuna fyrir framan og Dieter svo enda skotið með Dieter og þá fór hann að leika trúð, tóð sér axlarböndin á sér og sína hvað hann var finnur að gera hluti með báðum höndum. Þetta er Bali á þessum tíma. Þetta er sko þeim megin sem Dieter bjó og það var svona meira sett upp sem bæði sko hýbíl og svo píanó þess að rætt til hann að það var sko. En hinum ég var svo allt þjóðfærasafnið og plötusafnið. Þegar við verðum skópað út, hann þoldi ekki, sko, hann gaf allt, hann vandar, hann þoldi ekki að hafa eitthvað mála sér. En þetta teip var alltaf tekið og svo skrítið, sko, að seinna meir þegar hérna, á nú, sko, þegar þessi hugmyndum að bari, Dieter og bari, á hérna, hann gerði nú örugglega eitthvað, sko, hann gerði eitthvað tíma í miklu stíl, ég talaði alltaf mikið, Ívan Wirth og Ívan Wirth hann hérna var að búa til hérna listmiðstöð í Somerset á Englandi vegna þess að sko merkilegt okkur þessu samhengi að aðalkunnarnir hjá Hásaroldi Wirth voru ólíkartar á Íslandi og hérna einhverju hérna frá Emirates og Qatar og þetta þeir áttu stærstu fasteignirnar í Lundúnum og þurftu að þó peninga besta leið til að þó peninga var að kaupa list, skiljiði. Og hérna, og hann var svo erfitt að fá stundum þessa ríkusta fólki í London til að koma í galleri í Lundunum. Hann setti svona sekta með veitingahúsi, með gistaðstöðu og svo sýningaraðstöðu og skrifstofu sinni og svo bara vegna þess að sala og myndlist við ríkt fólk núna þannig fram sko peninga skiptir ekki máli, engum máli. Það er ekki verið að rífast verð eitthvað svoleiðis. Þetta er þetta storytelling, þetta er frásögulist. Þú sest niður með fólki í kvöldverð og fer með það í ferðalag með frásögn. Já, ég ætla að byrja þetta. Skiljiði. Vegna þess að við segjum stundum þetta mythkraft, goðsögu gerðin. Þú nota stundum þessa líkingu að þið eru að framleiða ból fyrir hlaup eða hljómsveit og til þeim silkiflink og svona bómögl og þið prentið eitthvað grafík hérna framan á. Kostnaður við þetta segja 6.000, það getur selt upp á 10.000. Svo erum við samskonar vinnuaðferð, samskonar magna, efni og lit og aðferðafræði öllu saman. Og það er sett aftan á hérna Prada, Gucci, Ralph Lauren. Það var samskonar kostnaður komin upp í 35.000 krónur söluverð, skiljið. Svo erum við sama magna lérefti, silkidrykki, það strekt á sama magna, á sama magna. Skrekkjum þetta á ramma og skrifum þetta Andy Warhol og það búið upp í 300 milljónir, skiljið. Hvað erum við að kaupa? Við erum að kaupa goðsögn. Við erum að kaupa mythkraft eða sko goðsagnagerð. Hún er sem breytir þessu goðsagn. Það er ekki hægt að markasetja menn með auglýsingum eða galleri eitthvað svona. Það er að koma goðsögnist á orðspórinu. Smellur þetta. Ívan vildi fá barn og Ívan er mjög ríkur maður og hann er bara með ríkt fólk og þetta er þetta use of birth, þetta er drast allt saman, þetta er fullkomið drast. Barinn er settið saman af fullkomið drast og barnið er úrvalskærliskápar og allt saman TikTok, stáplatar, svakalega dýr barskali sér, hann er skreitt með drasti. Og ég fer að vinna mikið með þeim, rótfólkskipninni, þetta er Björnsá og Sólumans. Við að ég fekk svona leyfi til þess að vera Dieter í að mála. Ég hafði þetta svona leyfi. En það skipti ekki að þetta svo einfalt, sko.
Og svo gerði þetta aftur í fyrir Art Basel í 3 kónga hótelinu, rosa flott hótel. Þetta var alltaf að drasta á fínustu stöðum. Þetta rosalegt Svo gerði þetta líka í Hangar Bicocca í Milano sem var risastór sýning á Dieter, ég hef ekki séð hana stærri. Það stærsti barinn var það Það var rosalega Vinnusvæði Dieter til að skríti að Dieter gat ekki verið lengur heldur en 3 mánuði á hverju stað og mikla tilfinningar. Hann var að geta farið, hann átti minnstakosti 4 íbúðir á Íslandi og minnstakosti 6 eða 7 í Evrópu og svo það bara mestarlega 3 mánuði á hverju stað vegna þess að hann kemur mikla tilfinningar. En hann vildi hafa sama sett, það var samskonar eldhúsarhöld, samskonar vinn og það var allt samskonar, en hann geti flutt frá einu stað til annað sem verður alltaf heima hjá sig, bara með og mikið. Það var svo gaman að sjá og skoða hérna gerir Bjössi síðasta bæri sennilega, Keflavík. Þetta var bara veitir svo staðis. Bryggjahúsið veitt. Bryggjahúsið þá kemur líka eitt þetta element sem hann byrja með út af Daniel Spörri að hafa að leggja borðplötunar og leyfa listaverkinu að vaksa sjálft á borðplötunni. Spörri byrja með því að kortleggja síðasta partíð mjög fræg bók til eftir hann sem breytti öllu og að segja allir og Dieter segja sjálfur og Daniel Spörri breytti honum gjörsamlega. Þetta allt saman aðstæðan í Bryggjahúsinu á Seyðisfirði og takk eftir eins og þetta með herðatrið að skrúfa það aftan á stóluna því að það var og hún að setja jakkan og hann var alltaf jakkin með beint aftan á og að fráleggja var alltaf borðið var hreint og svo alltaf að hylla fyrir að borða það var alltaf fullt af smáatriðum og hvernig borðið var eða svona hvað er þetta kallað svona vaff það heitar ég eftir alltaf að við þess að hafa tvær fætur niður það er prófast þessi við og það er 2 fætur sem hafður borðröðinni 2 svona búka og þungir það Þetta í Basel, vinnustofans í Basel sem gömul prentsmiðja og í þessari gamalli prentsmiðju sem þá byggir hann bílið sitt sem hann hreyfir sitt innbyggt inn í þetta svefnloftið og sem hann vinnur þetta sett niðri og hann byggði bara svona eyju sem skiptir máli sjáum hans á eftir þetta á Hellnum húsið hans á Hellnum sem eina sem stendur eftir nokkur leginn óhreyft eins og hans skiptir við og þetta var líka upp á hans staðum þetta stendur alveg á brúninni og það er brýnið bara undir og þetta er mjög líka bókasafn allt saman svona mikið að segja bara allir bækur og svo gerist það Dieter nefnilega hann missir hann upp 1960 hann gat hann ekki lengur verið þessi módernismi minimalismi vegna þess að þetta var komið í tísku það var ekki lengur á bakvið þetta í early 60s er þessi minimalismi og modernismi og seinni 50s minimalismi og modernismi hann er í tísku þá kom ekki ágæðið lengur þá hann er grafískur hönnur það sem grafískur hönnur sem tíma hættur offset-breytið þeir sem var grafískur hönnur þegar Friðrik var að kenna mér að taka henni grafískur hönnur hann var svangar endur á nöglunum við getum ekki haft fólk sem skýtur þeir fá ekki þjónustu hjá skilningamann með fingraför og hlutum skiljið bara þetta sem betur fyrst nýrist við þegar ykkur tölvöldar þá var ekki hægt á þeim meðlum í stundinu breyki það geti ekki gert meina líka og hvað að hann fyrir að láta allt sjást og fyrir að handskrifa allt saman hann notaði aldrei hann notaði vinnu sín, hann var þessu plakati hérna en það var líka viljandi vegna þess að þetta tónleikarnir sem ég heldi með Hermanni Nils á rannagastakennið sem kom hérna í Basel og þetta þá notaði hann heldur en hann gerði það viljandi ég samgerði það og var með hann að gera þetta ég gerði þetta ekki að bara horfa á þetta að þá var hann að nudda hvítu letrasetti ofan á þessu ljósmynd og passaði sig á að hafa aðeins skakt hvert staf til þess að þetta fyrir taugarnar á sviðsetningu það myndi ekki sjá þetta um að þeir
Sko Nietzsche var þessi maður hérna, en hann hafði mikið álit á Nietzsche vegna þess að Nietzsche þetta hérna blóðbaðið og krossfestingar eru vínaraksionistarnir. Þetta eru expressionistar upphaflega og eru þessi Gottebrús og Nietzsche og Svarskóður og við heldum við vorum að leita af ógeðslegustu myndi sem við gáttum að finna þegar við vorum í tímann á Dieter. Og Ingólfur og Eggert voru langt klárastir. Þeir voru miklu greindari heldur en skiljiði Daði og Eggert og þetta liði og þeir höfðu svona handbækur og og þeirra var með svona happenings og þið sjá þetta Nietzsche með eitthvað ógeðslegan performance og spyrja, þekkir við þennan? Ég man ekki það sagði eitthvað. Heldur við getum fengið hann sem gestakennara næsta vetur? Það er ekki með það að Dieter mætti með Nietzsche næsta vetur og sama, þeir vilja ekki kenna, þeir vilja bara vinna með okkur. Og Nietzsche hafði búið til symfóníu sem var fullkomið saman með handbók, Penguin handbók formsymfóníunar. Hann fór nákvæmlega eftir öllu nema að hún var atónal, það var ekki lægina. Það er brass section og það er strengjasection. Svo var við stjórn á tónleikum, að flati lóin var strengjasveitin og kreftun hefði var blásarallir og það var bara hægni hérna niður og uppi og svo var bent og svona í sólóin og þetta allt saman eða sker og svo var þetta styrt og Dieter hafði svo mikið áhuga á þessu vegna þess að þetta mynda á að nota íslenska myndlistanemendur sem kunni ekki að spila eins og íslenska lúðrasveitur. Og við höfum að þetta er ég að Vendanum og Gunnar Ákvarsson hérna, spekingur, Hurta, Hákonar og Ómar og Pétur Magnússon. Skiljiði, þetta er í Hamralíð, Hamralíð. Það er á 12. mars. Það var rosalegt. Svo var farið í tónleikaferðar alla Evrópu. Það er að segja, ég var að spila í Basel, Innsbruck, Vínarborg og München. Og takk eftir því, þetta er náttúrulega bara eins og hérna svo að vera að skrifa þetta. His symphony is as symbolic as his crucifixions. You feel that he has so much admiration for and fear of the idea of the actual symphonic tradition that he has declined to pursue it and instead has staged an immense homemade imitation of it. Skiljiði. Svo förum við eitt heldur búið að vera til hérna Hangabikokka í Milano sem er risastór bygging á Pirelli svona í aðeins fyrir utan viðborg mín Milano. Þarna er komið gólfið að bala. Gólfið að bala var á sýningunni á Listasafninu og í Hafnarhúsinu, það var Hafnarhúsinu 2005 heldur. Og gólfið tekið upp að bala og öðrum við mátti ganga á því en ekki hinum við. Það var alveg eins að þannig lagar. Það var búið að selja þetta sem mátti ekki ganga á. Það var bara frosið. Þau eru sýnt þarna er svona, hvað heitir þetta, leiðsögn fyrir börn, gólfið og bala. Þetta var rosalegt fyrirtæki, Og þarna er eins og híbílinn hans í Basel, það er uppbyggð eyja og skiljiði, og samstofnarstíð er allt eins og allt eins frá vinnustofunar hans að vera partur af stóru sýningunum hans. Uppáhalds listamann Dieters var Tingoli, hann elskaði Tingoli. Það er að gera svona svipað skúlptúra. Eina vinnustofa. Það var risastórt. Dieter og súkkulaði. Ég haldi eitthvað tölu þarna. Opnunin, Dieter á Seyðisfirði þegar 100 ára afmæli var Ég tók þessa mynd sjálfur. Hann rak mig. Ég kenn alltaf ekki mér að þetta er hátíðist 100 ára síðan Seyðisfirðar og hérna, það er allir fullir. Björn, sonur hans, segir henni takk til landrófurinn, það vantar viskíglös, komið svo við í klæðaveskinu Ey og Vogi á Seyðisfirði. Það vantar svart flauel fyrir, það er ekki birta sem lapinn makrahúsi, í fótinn núna dag. Og við komum með viskíglösin en tómhendir, ekki eitt flauel. Það var komið þarna, það sitið í fyrstinni, það var bara svo fina fóður, og svo hérna böngum við og ekkert gerist og hérna
og við snerum við og við komum tilbaka á þess að hafa svart flauel og ég segi Bjössa það og Bjössi heldur sem bara eintalið við pappa sem ég heiti háaðar yfirvildi og þá segir allt í henni Bjössi Goddur segir að þær hafa ekki vilja að opna hann lýgur, segir Dieter, það voru engar þær maðurinn lýgur, svo lýgur hann að Fásta segir ég er búin að vera að reyna að kenna þér að segja satt svo bara lýgur ég hérna fyrir hann að nefna manni út með þig en svona var hann oft svona föðurlegur eins og við vorum á tónleikaferðalaginu í Vín og alveg veitingahúsi og hann var að kenna mér það eftir því sem lyktuðu verð í betri verðu og stöndum við báður að pissandi standandi við hlandskál og svo segir Dieter allt í hennu það verður ekkert úr þér nú, búrúin að segja það verður ekkert úr mér það verður ekkert úr þér að hverju? Þú stígar bara í aðra lappina nú, það ekki fyrir þú hættir að elta menni svo mig og fara að standa í báðar lappirnar þá kannski verður eitthvað orðið skiljið þið, þetta bara kennslustund sko það glemir þessu aldrei en ég búin að tala alltaf lengi þannig ég það á uppáhaldsstæðum sínum hellinum kirkjan alltaf komið í stíl sko með bárið á þess eins og þetta og bara þakka ég fyrir mig Takk fyrir, Goddur. Mér langar að nefna hérna að þú varst að tala Björn Rót Sólons Dieters. Hann er sem sagt sýningarstjóri að sýningunni hérna og ég mæli með því ef þið hafið ekki þegar hlustað á viðtöl sem voru tekin sem að Guðni Tómasson, sem situr hérna í salnum, tók við Björn Rót og Sigríði Björnsdóttur, baksmóður Dieters. Mér langar bara að minnast á þessi viðtöl, þið eru hérna á sýningunni. Þið getið kannski skoðað þau á eftir. En það kemur við fram svona þessi einlægni sem var svo, svona sem að þú talaði það fyrirlistræðis. Og ef Guðni getur kannski leiðið mig, en ef ég man rétt og þá talaði Dieter aldrei myndlist þegar hann talaði verkin sín. Hann var alltaf að nota einhver önnur dót og drafsl og eitthvað svo les. Næst er erindi sem heitir Menntun og hönnun í gullsmíðaiðninni og það er Halla Bóðdóttir, gullsmiður og kennari í Tækniskólanum sem flytur þetta erindi. Já, komið sæl. Halla Bóðdóttir heiti ég og kem svolítið úr annarri átt að tala í tilefni Dieters sýningar Dieter Rót. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá hönnunarþætti eða hvernig menntunin okkar er byggð upp. Fyrst langar mig til þess að segja aðeins frá mér. Ég sem sagt menntaðist fyrst sem grunnskólakennari og kenndi í grunnskóla í 10 ár áður en ég fékk námssamning. Í þá daga þá komst maður ekki í gullsmíðanámi öðruvísi en að vera komin á samning. Og ég útskrifast úr gull- og silfursmíðadeildinni 96, þá fertugt. Þegar ég kem sem sagt í iðnskólann, hét þá iðnskólinn, að þá var ég með þessa kennslureynslu. Þá var mér ljóst að það þurfti að taka til hendinni í kennsluháttum í þessari iðn. Það byggðist sem sagt, menntun mín byggðist á því hvað minn meistari gat og kunni, af því að skólaþátturinn var svo lítill. Ef við tökum aðeins og skoðum skólan eða sem sagt iðnina okkar, að þá er það 1904 sem iðnskólinn í Reykjavík er stofnaður. Hann var ekki dagskóli fyrst, heldur bara kvöld- og helgarskóli og það er ekki fyrir 1929 sem að kennsla hefst í skólanum á daginn. Við gullsmiðir stofnum fagfélag 1924 og við erum eitt elsta fagfélagið
í svona iðnmennt. Þannig að það er fyrirhugað aldarafmæli Félags íslenskra gullsmiða núna eftir 2 ár og undirbúningur er hafinn. Sem sagt að meistarakerfið var í iðninni og möguleikar fólks til þess að komast að sem nemar voru bundnir við að finna meistara eins og ég. Og þegar ég kem í námið að þá er að mestu leyti börn, gullsmiða eða fólk tengt einhverjum gullsmiðameistara. Það komust fáir að sem höfðu raunverulegan áhuga. Og ástæðan fyrir því að ég sit inn öll þessi árstöl er til þess að gera ykkur ljóst að það er ekki fyrir enn 2005 sem að við fáum nýja námskrá. Ég útskrifa sem sagt 96, býð mig fram í stjórn og í starfsgreinaráð og legg upp með það að námskráni sé breytt. Við förum í nágrannalöndin til Finnlands, Danmerkur og Svíþjóðar og skoðum hvernig fyrirkomulagið er þar og breytum okkar kennsluháttum í samræmi við og það sem við taldum hentugast fyrir okkur hér. Eftir smá svona byrjunarörðuleika að þá er staðan í dag þannig að það komast 8 nemendur inn hvert ár, bara einu sinni ári er tekið inn. Námið tekur 4 ár og við byrjum öll í skóla. Þannig við fáum allir nemendurnir fá sama grunn sem ég tel mjög mikilvægt. Síðan er farið og leitað að verkstæði og það hefur gengið svona upp á ofan að finna stað því að eins og við vitið að þá eru verkstæðin okkar oft einyrkjastörfum, þetta er ekki stór verkstæði og það er sem sagt launakrafa að nemarnir fái laun á meðan á námi stendur og þetta hefur staðið í vegi fyrir því að allir þessir 8 nemendur geti lokið náminu. Og samantekt mín er svo að af þessum 8 nemendum eru að útskrifast svona 4 til 5. Einhverja hluta vegna, þetta einhverjir út og 1 til 2 starfa við fagið. Þannig að afföllin eru gríðarleg en það má segja einséða í rafvirkjum, lögfræði, við erum að mennta miklu fleiri en fara svo að vinna við fagið sitt. Það sem hefur í rauninni hjálpað okkur hér á Íslandi með að byggja upp námið er þessi lögverndun. Ég kem að því aðeins síðar. Þá er spurt þegar við erum búin að velta fyrir okkur hönnun Dieter Roths í skartgripagerð, hver er þáttur hönnunar í okkar menntun? Þegar við endur skrifuðum námskrána þá var lagt upp með, þá voru svona spurningar, á þetta að vera háskólastigi, á þetta að vera framhaldsskólastigi, eigum að hafa þetta fræðilegt nám eða verklegt nám. Og niðurstaðan var svo að við höfum þetta á framhaldsskólastigi, leggjum aðaláhersluna á verkmenntunina og hugsum að eftir lok námstímabilsins geti nemendur okkar farið til framhaldsnáms. Þá eins og í Listaháskólanum margir hafa farið erlendis að læra og flestir leita til Danmerkur eins og hefð er fyrir hjá okkur. Nú það eru 2 hönnunaráfangar í náminu okkar. Það eru tölvuáfangar, það sem er áhersla á teiknun og það er nýkominn svona 3D prentar í skólan, þannig að krakkarnir geta mótað hluti úr leir, vaxi
jafnvel teiknað og látið prenta fyrir sig. Þannig að hlutur hönnunar stækkandi í náminu. Það svona meiri krafa líka frá nemanum sjálfum að fá að gera eitthvað frjálst. En fyrst og fremst sem sagt þurfa þau að klára það sem í námskránni. Nú, mig langar að segja ykkur frá frábæru verkefni sem upprunnin héðan frá Hörpu Þórsdóttur þegar við höfum samband við okkur upp í skóla 2019 til þess að undirbúa Hönnunarmars 2020. Og Anna María Pitt sem skartgripahönnuður, hún var að kenna hönnunaráfanga og ég kenndi steypuáfanga. Og við lögðum upp með það að við komum hingað í listasafni. Þá var sýning sem það svo mikið aðsókn að fyrirlesturinn mínum að það stafla eitthvað upp stólum. Það skulle leyfa fólki aðeins setjast. Já, þá lögðum við upp með það að allir nemarnir okkar, 16, komu hingað á listasafnið á sýninguna Halló geimur. Og hvert og eitt þeirra átti að velja sér sitt málverk. Vinna svo út frá því skartgrip. Og niðurstaðan var í rauninni alveg frábær. Það var ótrúlegt hvað nemendurnir unnu vel og markvist að þessu. Og hversu vel sýningin heppnaðist að mínu mati og margra annarra. Það kom fólk að máli við mig, menntaðir gullsmiðir sem sagði þetta bara besta sýning sem gullsmiðafélagið eða gullsmiðir tengdir hafa haldið og það var í fyrsta skipti í okkar lífi sem að nemendur fá tækifæri til að sýna. Og ég ætla nú bara svona að fara fljótt yfir. Ég bað krakkana sem núna komnir út í heim og á vinnustofum út allt. Ég bað þau að senda mér myndina sem við völdum upprunalega, en ég fékk nú ekki mikil svör, þannig að við reynum bara að sjá fyrir okkur hvaða sem að þau hafa fundið. Sumir steyptu og bara til að árétta að þetta Halló geimur, þetta jörðin og himinhvolfið og þannig að það mikið svona tilvísanir í tungl og bauga og slíkt, en nema þessi drengur Benedikt sem núna í Danmörku, hann sagði út þetta sem sagt belti og ótrúlega skemmtilegt. Hérna armband eftir Auðun og þarna sjáum við tungl himingeimsins, hálsmen, og þetta allt nemar sem eru einungis búin með 2 ár í skólanum eða höfðu í rauninni ekki lokið nema 1,5 ári. Þannig að vonir okkar eru góðar með þennan hóp. Og bara núna í vikunni kom ég með nemendur okkar núna til þess að skoða sýningu Dieter og það steypuáfangi framundan og þau áttu að velja eitt skartgrip og vonandi kemur eitthvað skemmtilegt út úr því. Ég held bara svona áfram, þetta höfuðskraut og þess vegna þessar tennur, þetta sem sagt enniskraut og hérna sendi stúlka mér hvaðan hugmyndin kom og þið sjáum tenginguna. Þetta armband og það mánin sem
hefur heillað hana. Hérna verk eftir Björgu Þorsteinsdóttur sem þessi stúlka, og ég tala stúlkur, það er meiri hluti stúlkna í náminu hjá okkur. Það alltaf svona 80%, 70-80% í dag. En það er svolítið að aukast að strákar komi inn í námið. Þetta hérna er svolítið skemmtilegt skart sem er hugsað eins og hryggjarsúla og þetta á að berast á bakinu. Þetta er sem sagt bakskraut. Og þessi stúlka, við steyptum sem sagt 4 mismunandi formur og hún tengdi svo saman. Og það sem að gerði, eða var svo skemmtilegt og ferskt í að sjá hvað þau voru áfjáð að ljúka verkinu og þetta væri heildstætt verk sem kæmi út. Þessi stúlka, hún gerði þetta hálskraut út frá Steinova stúlku, sem sagt vídeóverki sem var sýnt hérna niðri. Þetta var verk sem þetta eru eyrnalokkar, sést nú svolítið illa kannski, en það var verk sem voru flöskur með lituðu vatni og hreyfðust stöðugt sem man ekki alveg eftir hvern. Norðurljósabar. Já. Hérna er verk eftir Mörtu og hún hérna hjá okkur, Marta. Marta, viltu segja eitthvað? Nei. Þetta hérna er innblásið frá hringabrynju og keðjan er hefðbundin keðja sem við notum í víravirki, í upphlutspúninga. Og þarna sjáum við víravirki unnið. Þetta er skart til þess að bera fyrir andlitinu eða hérna niður á bringu. Og þannig að það má nota það á ýmsa vegu og tengja það á margan hátt. Hérna verk eftir Erró. Þessi stúlka, hún fékk innblásturinn frá kraganum á málverkinu og fannst eitthvað svo skemmtilegt að geta búið sér til svona kraga. Þetta eru himintungli og þessi nemandi, Smári, hann með sama málverk, það verður greinilega þarna 2 sama málverk og það eru þessi fletir sem að verða honum innblástur. Og hérna er himingeimurinn sem að þessi stúlka vinnur með og þetta er Svavar Guðnason. Það var verkefni eftir Svavar sem að þessi stúlka tók sér og hér er nokkra myndir til viðbótar og svo sjáum við uppsetningu og þetta stóð hérna uppi á efstu hæð og það sem að manni finnst kannski synd við hönnunum hans hver stutt hann varir. Það eru bara 4-5 dagar og svo einhvern veginn þarf maður að taka allt niður. En ég hefði gjarnan vilja að þetta fengi lengri tíma. Það er svo margt að skoða hönnunum hans og margir að fara víða en þetta var verkefni. Og það bara ég lokið mínu erindi og vona að þetta gerir ykkur aðeins meiri innsýn inn í hvernig menntunin er byggð upp og kannski af hverju hönnunarþátturinn er frekar lítill. Takk fyrir. Takk fyrir, Halla. Þetta verkefni var líka bara ekki síður gefandi fyrir okkur að taka þátt í þessu með ykkur og að sjá þessa gripi verða til og verkunum var alveg bara magnað og hún fekk mjög svona góðar
góð viðbrögð hérna á safninu hjá okkur, þessi sýning. Og ég talaði við nokkra nemendur líka og þau töluðu sko að það hefur verið svo góð reynsla fyrir þau líka að fá að skrifa textaverkin og hugsa hvernig þau eru framsett og þessi bara reynsla á sýningargerð líka. Síðasta erindi okkar hérna í dag, er Orri Finn innblástur og áherslur í hönnun og það Helga Friðriksdóttir og Orri Finnbogason, hönnuðir og guldsmiðir sem að flytja þetta erindi. Góðan dag, gaman að sjá okkur öll. Það bara mikil heiður að fá að vera hérna í þessu samhengi sko fyrir okkur sem erum svona verslunarrekendur fyrst og fremst. Það væri mjög skemmtilegt og mjög svona heillandi fyrir okkur að fá að vera svona listasamhengi. Ég Helga Friðriksdóttir og Orri Finnbogason sem situr hérna alltaf í vefa. Hann ætlar að vera svona meðal ykkar en ég ætla svona að sjá að tala. Ég og Orri, við erum búin að hanna saman og smíða saman skartgripi frá 2012, þannig að við erum svona 10 ára teymi og Orri guldsmiður að mennt og útskrifaðist við svo hallár gamla iðnskólanum fyrir einhverju svolítið lengur síðan. Ég ekki guldsmiður en ég hanna þessa gripi. Já, við erum hönnum allt saman. Þetta svona algjörlega svona sameiginlegt verkefni. En já, við vorum beðin að ræða svolítið þetta sem að fólki finnst kannski svona mest áhugavert og bakið eitthvað sem maður skapar svona hvað maður fær innblástur og hvað sem maður svona hefur áhrif á hann og hvað maður sækir innblástur sinn. En það svo fyndið, þetta svona eiginlega algengasta spurningin sem maður fær, myndi ég segja. En maður það samt alltaf einhvern veginn að staldra og hugsa eitthvað styrst skiptið sem fyrir spurður. Og í rauninni svona augljósasta svari sem mest í sannleikurinn að sko innblástur náttúrulega bara allt líkjandi. Maður getur ekki verið til á þess að verða fyrir innblæstri. Umhverfið sýnir bara almennt og bara allir sem maður heitir fyrir, þú veist, bara af fólki og umhverfið og bara hverju sem Þannig að það getur verið svo margt, getur verið svo ótrúlega margt og fyrstu myndirnar sem við erum að sýna ykkur af akkeri. En við vinnum sem sagt í svona línum sem að guldsmiðir til að gera og skartgripahönni. Það þýðir eiginlega það að hver lína hefur ákveðið þörf og fyrsta skartgripalínan sem við gáum út heitir einfaldlega akkeri og þar erum við bara að taka og bara urðum við fyrir þessum áhrifum heldur bara sem að Íslendingar tengja mjög vel við og flestir svona eiginskiptar. Þetta svona form sem að bara búið að vera fyrir framan augun á okkur sem við vorum smábörn. Og ég held að kannski Orri var búin að vera svona svolítið að var búin að taka sér þetta form fyrir hendur þegar við kynnumst og ég held að það sé ekki tilviljun, hann fæddur upp alveg í Sjávarþorpi og þetta bara eitthvað sem að hann sér allstaðar, allstaðar þegar hann útileikir sér. Þetta í görfunum hjá öllum, það þótti mjög flott nýmund af, ekki líka, þannig kannast líka flestum í það. Og eins fyrir mig, þetta svona svolítið rætur manns þegar maður náttúrulega af sjónunum eins og svo margir Íslendingar og tengir mjög vel við þetta form og ég held að maður þurfi heldur ekki þegar maður að skapa eitthvað að þá bara gott held ég og holdt að stundum hugmyndirnar bara ofboðslega einfaldar og það þarf ekki að vera eitthvað djúpt og það þarf ekki að vera eitthvað flókið, maður verður bara heillaður af einhverju formi eða maður bara með eitthvað í sér, maður bara þetta bara eitthvað sem maður bara það tengdur við og maður langar bara að takast á við það og maður ekki að finna pjólið. Það fullt til af akkeri skartgripum
við erum ekki fyrst til þess, en það þýðir ekki að maður geti ekki tekið sér það fyrir hendur og prófað. Þannig að við bara svona gerðum akkeri á okkar hátt og gerðum það svona, reyndum að gera þetta svona stílhreint. Og það kannski svona því ástvíst pínlítið að svona bara gera klísina sína og bara horfast yfir það að maður sé að maður stundum bara hugmyndina svona einfaldur. En innblásturinn getur líka stundum komið út úr einhverju sem bara algjör bara nostalgía eða barnæsku minning og við gáum út línu sem heitir Skarp og fjallar þessa bjöllu sem til í náttúrunni og raunverulegt skordýr en líka forn-egypskt tákn og var notað mjög mikið í forn-egyptalandi faraóar voru skreyttir með þessu tákni. Þetta táknar hringrásunna, þetta vísun í sólarguð sem forn-Egyptar voru mjög uppteknir af. Það var svona bjallan sem ýtir sólinni á undan sér sem nákvæmlega það sama og gerir raunverulega í náttúrunni þessi bjalla þegar hún býr til svona kúlu og ýtir kúlu sem forðinn hennar sem maturinn og merkilegt eggjunum í þessum kúlu og hún ýtir henni svona á undan sér og Egyptarnir voru mjög uppteknir af því að þetta hlyti að vera í rauninni sólarguðinn í þessu dýri og við byrjum að tala þetta Skarp í orði út af því að ég átti barnæskuminningu af þessu tákni og ég bjó í Englandi með mömmu minni og hún var duglega ferðamann og söfn og við fórum á Natural History Museum og ég sem 8 ára gömul bara var eitthvað hugfangin af þessu formi og þessu tákni og man eftir að fengið að velja mér einn hluti í gjafverðarverslunum í safninu og það var svona turkisteinn sem var búin að grafa þetta Skarabí og ég kannski skildi ekkert endilega nákvæmlega hvað þetta var að þýddi en ég átti þessi barnæskuminningu og þetta var svona nostalgía í mér þannig að þegar við varum fyrir að tala þetta þá var hann svona með líka óbúslega svona hann klæði fingurnar að fá að skera út af þetta tákn og fá að vinna þetta í málum og það hefur líka oft verið gert að fólk sem að vinna í skarpi á málum verður svona hugfólki af einhverjum skordýrum eða einhverju svona úr náttúrunni það svo fallið form í náttúrunni þannig að þetta var svona það kom mjög auðveldlega og var svona einhvern veginn bara mjög svona þægileg prósess að vinna þetta en þetta ekki svona eins og maður hefur oft tilfinningunum þegar erlendir aðilar spyrja mann what's your inspiration það líður manni svo við langir þess að maður segja að sé eitthvað íslenskt og þegar maður eigi að vera mest fyrir áhrifum af einhverju sem úr maður segja eigin umhverfi og maður sé svo mikið Íslendingur að hljóta vera eitthvað víkinga eða eitthvað hraun eða þetta og við erum orðið alltaf svona vön þegar þú að segja það því við erum ekki hraun við erum bara að vinna með egypskt tákn og eitthvað svona það maður bara að vera bara hreinskilin með það ekkert alltaf endilega það sem stendur með næst sem hefur mest áhrif og þetta var óbúslega okkur þykir óbúslega Skarabíinu okkar þegar hún eitthvað svona, fyrir mig svona nostalgía og svo var þetta bara svo krefjandi og skemmtilegt verkefni fyrir Gullsmiðjuna að gera þessa bjöllu. Form ekki síður heillandi. Maður verður bara ég held að sé bara allir sköpun og listu eftir svona skapandi greinum að maður getur ekki litið fram með því að allt hefur eitthvað form og það getur verið svo það getur bara eitthvað hversdagslegir hlutir geta verið svo magna sjónræðir og fallegir í einfaldleika sínum og það til dæmis verkfæri lífinu okkar sem mörgum fannst þetta bara mjög skrítið að við skildum hafa gert því að við gerðum þessast heilaskarkjöfulínu sem við kallum verkfæri og völdum
nokkur verkfræði sem við heitlegumst aðalega af formi, það svona hvernig það í laginu og bara fagfræðing hvernig það lítur út. En svo auðvitað hefur hvert verkfræði sitt hlutverk og það maður heitlast líka svo mikið af því að vera eitthvað sem svona hálfpartinn dauður hlutur og maður með fyrir sjónum allan daginn eins og penni. Því þetta einmitt penni, þetta svona sjálfblíkingur áturum og það var silfurklefarnar svona eins og striki sem þú skrifar. Að þú veist, það er svo miklu meira bara, þú veist, að bara eins og þú veist að pennin er beittar í sverðið. Það er svona skemmtilegt að velta fyrir sér hvernig eitthvað svona sem verðist ekki vera kannski merkilegur hlutur getur samt heilla mann að vera svona fallegur. Og við tókum líka fyrir raknífinn. Raknífur í keðju og þá er það sérst úr brons í skaftið og úr silfri hnífsblaðið og þá er það líka svolítið kannski ekki bara það er í forminu heldur líka þessar athafnir sem að hvert verkfæri tengir við hvað það kemur, hvað athafnir stendur fyrir eins og bara þú veist að ég myndi sér rakar á rakarstofun eða rakar kallmennin í gamla dag eins og var alltaf gert. Þú veist, þetta er eitthvað svo heilagt, svo mikið ritual, svo heilagt. Þannig að við vorum svona heillað því. En við höfum svona svolítið mikið gert þetta að svona sækjum í ykkur svona tákn og ekki formið svona tákna eitthvað sem okkur finnst segja einhverja fallega svona sögu og hefur einhverja svona meiningu og af hverju maður verður fyrir áhrifum veit maður ekki almennilega en eins og Áróbóros táknið sem við höfum gert heila línu mitt það kom bara til okkar einhvern veginn ég held ég bara gegnum bara þú veist að vera grúska og vera heillaðir af list og bara svona lífsspeki og dulspeki og þvíumlíku einhvern veginn og sko veit einhvern stundum sko ég maður fór sko mjög mikið í guðspekifélagi sem barn með móður sinni og gluggan guðspekifélaginu Áróborsnákurinn og ég held að ég bara þú veist á bara svona minningu af þessu og það er svo fyndið þegar maður þú veist fyrir að skoða eitthvað svona að maður veit ekki af hverju maður byrjar að skoða en það hefur oftar en ekki komið upp eitthvað svona mannst frá eitthvað barn eða eitthvað sem þú tengdir við og vissir eða bara kemur upp í þér og Áróborstáknið er náttúrulega ábúrslega bara heillandi þegar það hefur bara sterka meiningu eða ekki sterka meiningu, merkingu. Það táknar eilíðina, þess að nákvæmlega býtur skottu á sér og þá er það svona engin endir og ekkert uppaf. Og þegar við tökumst á eitthvað svona sem þú veist, maður verður fyrir áhrifum af einhverju svona þegar til og margir listamenn eru búin að nota áður þetta kemur fyrir bókmenntum og listum og búið að vera mikið nota af því tíðina þá kannski líka smá gerir maður eitthvað svona sem eigið tótt sem og í þessu tilfelli þá langar okkur að gera þessar áletranir, þessar greftrun sem hægt að gera náttúrulega í málma og það er svolítið kannski svona líka svona gamaldags og þá erum við þetta dulspekilega tákn sem er þessi snákur og við gerum svona plötur þar sem er þetta áletra til dæmis upp á stafi sína eða ástvina sína og þannig svona bætum við kannski svona okkar við og hérna er gullhringur það er snákurinn bara alveg í sínum einfaldleika bara alveg stílhreint en já, þannig erum við bara svona mjög bókstaflega að sækja í þetta fólk og leyfa tákninu svona svolítið bara njóta sín eins og það er
ein lína sem við gáum út og við erum ennþá að gera eins og allar okkur línur, við heldum alltaf áfram smíða þær. Hún heitir Flétta og þar var það kannski svona einhvern veginn þetta með hárið og hvernig þessi þræðir þessi mýkt í hári og í feldi dýra og eitthvað svona þessi þræðir sem eru svo ákvæmstlega fingir og flæðandi og mjúkir. Þessi áskorun fyrir okkur að takast á við það í málmi var kannski bara svona svolítið líka heillandi. Þegar við höfum oft séð fléttaða skartgripi eða eitthvað sem gert svona og svona svolítið kannski minnir á okkar vikinga eins og konunir okkar á reyna að lesa það út úr þessu. En sannleikurinn sá að við vorum rosalega bara upptekin af því að reyna að gera málminn, að reyna að láta samt mýktina og flæðið í hárinu skila sér í málminn. Og þessum þetta svona ofboðslega margir fingir þræðir til þess að það myndi bara alveg raunverulega á hár. Og þarna maður náttúrulega bara fyrir á hröðum frá bara, það bara bókstaflega hárið og bara bókstaflega þetta bara mjúka form, þetta bara, þetta með einhvern veginn hvernig börn róast við að ringa sína hárið fingur og svona, það er svo eitthvað, það er eitthvað svo draumkennt, það er eitthvað svo fallegt og löglegt í því. Þannig að þetta er alveg svona eitt af okkur uppáhalds við svona að takast á þetta. En þarna kom það eiginlega þannig að við völdum að gera fléttu, okkur langaði til þess að gera fléttu. Það var bara eitthvað sem við vorum að heillast á og vorum að ákveða við ætlum að vinna. En þegar við fórum sem að kynna okkur hvað fléttan táknar, þá náttúrulega bara opnaðist til heimur á alls konar bara mögnuður sem við vissum ekkert endilega þegar við byrjuðum að vinna fléttuna. Það er eins og bara þessum ættbólgum að lesa í hár á fólki. Þá er kannski fólk með fléttur á mismunandi hátt og þá vita ættbólgarnir hvort þú ert einhleypur, hvort þú á hvaða aldur þú ert og þetta er ótrúlega áhugavert. Mikið saga og mikið þetta er svona bara svona alls konar menningarheimar sem að nota þetta á Indíálandinu og þetta með að Indíálandinu með að klippa hársitt eða missir þetta aðeins skilningarmyndið. Það er svo ókvæmstlega margt skemmtilegt sem var þetta lesa úr fléttu og hári. En það er eiginlega að koma svona eftir á. Það var ekki kannski þess vegna sem við byrjuðum. Það var meira þetta að takast á við formið, að takast á við þessa líkt og festa það í harfana í málminn. Þannig að við hringana úr fléttu sem eru mjög mjóir og óbúslega fingir við þráðum og svo setjum við demanta og ekki demanta og maður sem getur við aðeins saman. Svo er það svona seinasta línan sem ég langaði að kynna fyrir ykkur og ræða. Hún heitir Milagros. En Milagros er spænskt orð og því kraftaverk en orðið er líka notað fyrir áheitagripi. Þess að í Mið- og Suður-Ameríku þá er það ekkert að svona heiðnir siðir frá tímum Indíánanna hafa svona eiginlega blandast við kaþólsku siðina í dag. Og þeir hafa svona haldist en eru svona svolítið orðnir kaþólskir, það er svona búið að taka á yfir í þá trú. Og við vorum í faralegi og það er við þetta hvar erum við fyrir áhrifum og svona. Við vorum í faralegi Mexíkó og Perú og þið veitir þegar maður bara setja líka bara mexíkóska veitingastöðum saman hvar verður heiminn. Það er alltaf að segja líffæri og líkamspartur. Einhvern veginn auga eða hönd eða höfuðkúpa eða bein og svona. Maður bara svona spesir
nefnilega, maður bara, já, þetta er eitthvað mexikóst. Maður hefur bara séð þetta undir svona, maður er kannski ekki alltaf að reyna hvað þetta kemur og við fáum svona virkilega að pæla í svona af hverju líkamspartar og hvað snýst þetta. Og þá komst við að því að þetta er sérst út af þessum, að heita á, þeir sko seljið út allt í Mexíkó, þeir skerið út og svona bara einhverjum örfónum svona áli og þú getur keypt þetta fyrir lítið og þú velur það út frá því hvað þú ætlar að biðja fyrir. Sérst ef þú finnir þess að kaupa þér hönd, þá ertu kannski að hugsa að þú viljið einhver, þú ætlar að biðja fyrir því að einhverjum gangi vel einhverju bara bókstaflega einhverja aðgerð sem tengist hönd. Eða þú kaupa hérst og geta verið sko ástarsorg. Svo ferði sko altarið með þetta stykki og leggur það altarið og heitir á. Þetta er mjög heillandi og við erum fyrir bara miklum áhrif þessu og fórum líka að heimsækja svona katakombur, grafísi svona neðanjarðar sem búið að safna beinum bara fyrir mörgum öldum bara sér og það er búið að stafla þeim og flokka beinin og þetta er mjög svona óhugnalegt en þetta er líka alveg ofboðslega fallegt og maður bara svona eina svolítið sem maður missir málið þegar maður sér að það er búið að taka líkamsleifar og raða þeim í einhver svona form og það sittar bara einhvern veginn svo leika sér með bein með bara líkamsleifar og svo gerir við svona bara mannast listaverk og við bara heitlaumst alveg svakalega af þessu og gerum við svona okkar nýja gross útgáfu í skartgripum. Það eru handlegsbeinin sko, upphandlegsbein á þetta reyna beinin og svo hjörtum. Það verður alltaf að vera eitthvað svona aðeins krúttilegra mér. En hjörtum er líka auðvitað, það er þetta í aðeins. En já, þetta er svona, bara svona svo við segjum frá svona broti af því sem við höfum, hvernig við höfum orðið fyrir innblæstri og hvernig við tökum inn það sem við verðum fyrir áhrifum af. Og svo þegar við pælum í svona áherslum, ef maður sem kom inn á það, þá kannski í okkar skartgripagerð þá er svona alltaf þetta svona kannski svona pínu praktist að maður leggur áherslu að það sé eitthvað svona heild bæði að það sé þetta þegar það sé hægt að vera með einhverju heildi og það meina ég sko það sé hálsmenn, það sé eyrnalangar, það sé armband og það er svona svolítið á hringur og það er svona svolítið sem held ég bara svona típist fyrir guldsmiðina að vilja hafa það þannig og svo er það sem okkur fyrst skipta verulega máli og verður vekk mikla áherslu á að þetta sé svona aðgengilegir gripir og við kannski höfum upplifað það sjálf svona í gegnum tíðina hafi skartgripurinn verið settur á svona stallpínu að þú lappar kannski ekkert inn í bara svona spontant inn í skartgripaverslun og bara ætla bara að kaupa þetta. Það var það ekki þannig og þetta er gjörbreytt. Þetta er algjörlega gjörbreytt og við höfum alltaf lagt áherslu á það að þegar við höfum skartgrip að þetta sé nákvæmlega þannig að það sé eitthvað sem þið getur bara lákað í og þú getur bara lákað í vestlunum keyptir bara eins og sér kaupir við gallabuxur. Þetta á að vera eitthvað heilagt, eitthvað sem þú situr bara upp á tyllidögum eða þú veist, okkur finnst það skipta alveg óbúslega miklu máli að þetta sé aðgengilegt. Og að það líka hendi öllum kynnum skiptir okkur máli að það séu allir sem geta að það sé ekki bara konur eins og var líka svolítið áður. Og þetta er allt, þetta er að vera að brjóta þetta upp alveg stöðugt og við finnum alveg mjög mikið mun bara frá ár til árs hvað þetta hefur breyst sem er óbúslega skemmtilegt. Svo er það svona verið bara okkur kennimerki og við höfum svolítið verið að blanda eðalmálmum og öðrum málmum. En eðalmálmum eru gull og silfur og svo brons komum við sterkt inn. Ég held að það eru fleiri við sem eru að því. Það er bara ódýrari málmur og hann er svona eins og efnumálmurinn sem ég er með, þetta er svona gilt en er svona brúnn á litinn og það er svo gaman að blanda þessu og ég man alveg þegar við Orri byrjuðum að gera skartgripi saman og ég er ekki með sem gullsmíðamynd að þá svona kom alltaf svona hik á hann þú veist og ég sagði já svo skellum við bara demant í þetta það og svo hann bara maður setur ekki demant í silfur eða maður setur demant í
að þetta ekki eðalmálur. Ég bara, ok, þú satt ekki það. Það er bara svona, það var að brjóta upp kannski líka sem hefðin að við kannski líka búum að því að okkar kemistri svona því að ég ekki úr þessum skóla og það heldur bara alveg frábært. Það heldur þess að hafa bara svona gerst svona okkar og gaman því, en ég held að þetta sé líka að breytast. Þetta ekki bara við sem erum að blanda svona, það bara fleiri. En aðalatriðið hefur alltaf verið, og Milagros svolítið dagurinn og dauður í honum, mexikóska vísminn. Að já, fyrir okkur skiptir þetta alltaf ofboðslega miklu máli að það sé einhver meining með því sem við gerum. Og við höfum haft hann síðan að línurnar heita eftir því sem við erum að pæla í, það frétta, það ábúðust, það akkeri, þetta alltaf mjög bókstafleg nöfn, en þú færð alltaf svona upplýsingar með þegar þú næsta skartgripin útskýrum heiminn sem við viljum fylgja skartgripin og við höfum fundið fyrir því að það skiptir fólk raunverulegu máli. Það svona þegar þú útskýrir hvað það kemur, segir frá því að þetta tákn, þetta kemur þaðan, við heillumst af þessu af því að þá svona það gefur vægi og það verður eitthvað því að skartgripur er náttúrulega ofboðslega persónulegur þegar þú byrjar að bera hann og við heyrum það náttúrulega mjög mikið því að fólki það bara svona herður ég týndi hálsmannum og ég er ekki róleg, ég bara verða fá aftur þetta hálsmann, fólk sem það verður alveg ofboðslega tengdir og það er mjög skemmtilegt, mjög góð tilfinning þegar að skapa eitthvað að deila með öðrum og það geti haft eitthvað svona vægi. En ég ætla að þetta sem bara komið frá okkur. Ég þakka bara fyrir góða hlustum og takk hérna fyrir að bjóða okkur